Komið sæl og verið velkomin í 7. og síðasta nýsköpunarhádegi á Norðurlandi sem að SSNV og SSNE standa fyrir í tengslum við Nýsköpunarvikuna. Ég heiti Kolfinna og starfa sem ráðgjafi á sviði nýsköpunar hjá SSNV og ætla að leiða þennan viðburð í dag. En nú er komið að síðasta hádegin okkar og ef það hafið mist af einhverjum upptökum eða mist af streymisviðburðum þá eru upptökur aðgengilegar á Facebook síðanum okkar, SSNV og SSNE. En í dag ætlum við að fjalla nýsköpun í matvælaframleiðslu og við erum komið með góða gesti til okkar sem ætla að segja okkur frá spennandi nýsköpunarverkefnum á Norðurlandi. Það er ekki eftir neinu að bíða, það er frumkvöðullinn Einar Örn Aðalsteinsson, stofnandi Kaffi Kú, sem ætlar að segja okkur frá því sem hann hefur verið að brasa. Já, góðan daginn. Sæll Einar, velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, ég átti að fara yfir söguna. Við byrjuðum með Kaffi Kú 2011 og ástæðan fyrir því að við byrjuðum með Kaffi Kú var í rauninni sú að pabbi minn byggir þetta fjós sitt sem var á sínum tíma stærsta fjósbygging landsins og allt sjálfvirkt, allt tæknivætt og fólk fór bara að koma hérna, vildi sjá þetta. Og við fengum þessa hugmynd að reyna kannski að búa eitthvað meira til í kringum það og opnuðum það 2011 fyrst og samhliða því fórum við að vinna nautakjötið okkar hérna á bænum og selja það á netinu og svo hérna á staðnum. Þetta var 2011, svo hefur þetta bara þróað svona hægt og rólega og núna erum við farin að nota mikið af nautakjötinu okkar bara hérna á veitingastaðnum. Þetta er orðinn svona veitingastaður, áttur aldrei að verða það, það þróaðist út í það og já, síðasta sumar var bara, það var rosalega mikið að gera síðasta sumar og við þá virkilega komumst við á kortið með okkar stað og sérstæðan okkar er náttúrulega þetta útsýni sem þú sér þarna inni hjá okkur og svo þessi nýji matseðill okkar þar sem við erum búin að þróa vöfflurnar okkar í það að við getum notað það í staðinn fyrir brauðið og hamborgarann og við erum með egg og bacon og kjúklingavöfflu og svona alls konar, allt í vöfflum. Vöfflurnar eru okkar aðalmál. Nú, svona á okkar vegferð, eða svona okkar sögu, þá hefur orðið til mikið samstarf hérna í sveitin okkar, Eyjarsveit, og má það nefna Matarstíg Helgamagra, þar sem við erum saman, smáframleiðendur og að markaðssetja og selja okkar vörur. Og það er bara virkilega ná flugi núna. Við erum með netsíða sem hægt að panta vörur sveitinu og þú færð bara að senda til þín hvert á land sem er. Og þá eiginlega, já, má segja kom þessi hugmynd sem ég er að vinna í núna, út frá þessu samstarfi, þá bara, já, ég er með þessa kjötvinnslu og eftir þetta síðasta sumar þá sá ég það að Kaffi Kú væri kannski mögulega orðið eitthvað vörumerki sem væri hægt að nota til að selja vörur annars staðar en hjá okkur og mér vantaði bara aðstöðuna og þá datt mér í huga breyta kjötvinnslunni í eldhús, þar sem væri hægt að framleiða þessar vörur sem ég langar til að gera, vöfflurnar og sósuna sem við búum til og bara gera meira með nautakjötið, reykja og grafa og alls konar. Og innan Matarstígsins, þar eru þó nokkrir aðilar sem lýstu áhuga á því að nota þessa aðstöðu og ég held að við séum að fara að búa til svolítið samfélag hérna með því að koma okkur upp aðstöðu til þess að vinna afurðirnar og geta þá komið á markað. Nú Matís er að vinna þetta með mér, þetta verkefni, og Matís ætlar að aðstoða þá sem er að búa til vörur með að koma þeim á markað, hvernig á að merkja þær og Matís er bara virkilega góður bakhjarl. Já, þetta er það sem við erum að reyna að gera í dag.
ég held að ég veit ekki hvað ég á að segja meira. Einhverjum spurningar? Þetta er virkilega spennandi sem þið hafa verið að gera. Hvað þarf frumkvöðlar að gera ef þau vilja koma og nýta sér aðstöðunni á ykkur og við hvernig á að hafa samband og... Sko, ég er búinn að gera könnun og þar voru töluvert margir aðilar sem lýstu á að koma inn, þannig að það er bara að tala um mig. En vandamálið er það að ég er ekkert með að opna þetta. Ég er eiginlega stopp. Mér vantar fjármagn, mér vantar pínlítið af peningum til þess að geta opnað og bara farið af stað. Þannig að ég er eiginlega smá stopp núna. Þannig að ef það er einhverjir fjárfestar að hlusta á þetta streymi þá hafið þið samband við Einar. Já, bara endilega, en ég finn út úr þessu sko, en þetta bara er að taka töluvert lengri tíma en ég hélt og ég er líka búinn að læra mikið inn á kerfið, hvernig er að koma vörum inn í búðir og út frá því þá ætlaði Matís að aðstofa mikið við það. Ég sá svona smá punkt í því að það væri ekki allir að fara á sömu veggi og ég er að fara á tónlist núna því að ég er búinn að fá leyfi á eldhúsið á Café Q til að framleiða vörur. Það er annað eldhús og ég er að senda vörur núna í Krónuna í fyrsta skipti og ég var alveg við að hætta við það því að þetta er svo agaleg vinna að finna út úr öllum merkingum og öllu þessu dóti. Þannig að nú er ég búinn að læra það, þannig að við getum aðstofað fólk við þetta alls. Frábært. Mér langaði að spyrja þig út í, af því að nú veit ég að þú tókst þátt í Hacking Norðurland með virkilega áhugavert verkefni. Já. Viltu segja okkur frá hvað fólst í því? Já, við það er ég og hann Matt sem er kokkur á Lambin eða Fimbulkaffi. Við vorum inn í vetur sko, bara það var ekkert að gera sko og við fórum að hugsa í kringum þetta eldhús. Við ætlum að vinna saman með okkar eigið vörumerki og okkur vantaði eitthvað sem væri svolítið uník, svolítið sérstæð og hvað gætum við ræktað eða gert til þess að búa til einhverja vörur og duttum ofan á engifer og við erum engifer er notað bara í allan matargerðarstíla heimsins og er hægt að gera bara nánast hvað sem er við. Þannig að við erum að vinna í þeirri hugmynd að koma engiferræktinni af stað. Það er mjög skrítið að sé enginn að því, en þetta er náttúrulega þannig ódýr afurð, en með því að fara að vinna eitthvað úr henni sem ég myndi þá gera í þessu eldhúsi, þá er þetta orðið allt annað vara. Þannig að já, þetta er við Mattinum saman í þessu og við erum með ýmsar vörur sem okkur langar til að fara að selja sem passi ekki alveg undir Café Q vörumerkið. Café Q getur ekki farið að selja reyktan sílung. Það bara passar ekki saman. Sko. Akkurat. En ef það er nautakjöt eða eitthvað mjólk eða eitthvað sem við erum að matselja, eitthvað svoleiðis, það var alltaf í lagi, en gæsabringur, ég er ekki að selja það undir Café Q. Sko. Nei, nákvæmlega. Við erum að búa til nýtt vörumerki. Mjög spennandi. Það verður gaman að fylgjast með því og matastígnum og Café Q og öllu þessu saman. Já, þetta er bara spennandi tíma, sko. Þetta er allt þetta er að koma upp úr COVID-inu, sko. Því að maður sá bara fram á það að það yrði bara ekkert að gera, sko. Og maður þarf að búa sér til verkefni og reyna að tengja sig við það sem maður á nú þegar. Og krafturinn í Eversveit er alveg ótrúlegur. Það er alveg ótrúlega margir sem er að reyna að fara að gera eitthvað og fólk hugsa sveitina og það bara lambakjöt eða mjólk eða nautakjöt, það er alveg langt frá því. Sko. Það er alveg ótrúlega fjölbreyttar vörur sem fólk vill fara að framleiða og er að framleiða. Vantar bara stað með leyfi til að geta selt það. Sko. Akkurat. Og þar kemur þú inn í málið. Já, vonandi. Akkurat. Ég er svolítið stopp núna. Já, en við óskum þér bara góðs gengis með þetta allt saman og er eitthvað sem þú vilt bæta við svona að lokum, þannig að við hleypum Elínborgu að? Café Q er opið alla daga, 12 til 5.
Akkurat. Það einhverju sem að hlusta núna sem hafa ekki komið, þannig að við erum bara velkomin. Takk fyrir það. Ég á eftir að koma og ætla að gera það bara á næstu misserum. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir, Einar. En jæja, þá næst á dagskrá Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, stofnandi Breiðagerðis. Hún ætlar að segja okkur frá því hvernig hún fullnýtir afurðirnar sínar. Vertu velkomin, Elínborg. Takk fyrir. Þú ætlar að deila með okkur glærum, eða ekki? Jú, það opna þær hérna. Ætli ég slökkvi svo ekki á vídeóinu mér í framhaldi af því að netið ekki alveg upp á 10. Akkurat. Sjá. Það kemur þetta líklega. Þetta komið upp, allt eins og að vera. Já, æði. Ég heiti Elínborg og ég bý í Breiðagerði. Breiðagerði er staðsett framarlega í Skagafirði nokkrum árum síðan og þá ræktunarland kannski ekki mikið, þannig að það var kannski ekki hægt að hefja hvaða starfsemi sem er þarna, en ég hef fyrst og fremst áhuga á ræktun með í höndunum, skoða bara hvað hentaði og hvar. Út frá þessum pælingum var til dæmis skipulögð skógrækt á 50 hekturum. Það land eru svona melar og móar, svona mjög ríkt land, þannig að það er tæplega nýst í annað og svo er stór bónus að í leiðinni það er ég náttúrulega græði upp land, fegra það og auka frjósemi þess. Eins og ég sagði það hef ég áhuga á ræktun og líklega skorar matjurtaræktun þar efst. Þannig að það ræktunarland sem var til staðar, það tók ég undir útiræktun og grænmeti. Ég er alltaf að prófa mig áfram og ennþá að prófa mig áfram og finnst rosalega gaman að setja undir og ég er sérstaklega hrifin af litríku grænmeti. Mér finnst gaman að prófa eitthvað sem kannski telst pínu óvenjulegt og er ekki hægt að fá hvað sem er. Það kom aldrei neitt annað til greina hjá mér en að vera með lífræna ræktun. Það er bara í mínum huga rétta leiðin